þeir vilja ekki fluguna mína. Ég er ekki... Æ. Fóruð í þig? Það eru 3 kvikindi þetta beint fyrir frá mig og þá veiðir hann mig. Ha? Sérðu eitthvað? Bara eitthvað lítið. Bara gúbbi. Góða kvöldið. Já, það er gaman að vera til þegar maður stendur úti við laxveiði á og náttúran syngur sitt fegursta ljóð og laxarnir vaka og hrygna út alla á. Sagði leikarinn í staðinn fyrir að segja einfallega velkomin í besta þátt í heimi með öngulinn í rassinum. Vatnsdalur. Vatnsdalur. Maður fer að dreyma þegar maður heyrir nafnið. Vatnsdalur er eitt fegursti staður á gervallegri jarðarkringlunni og það eru forréttindi að fá að standa þar við laxveiðar og bíða þess að laxinn lónbúinn sjálfur komi upp og hremmi fluguna sem skárar lognkyrrt yfirborðið á vatninu. Já, og nú skulum við sjá hvernig tiltókst. En fyrst skulum við rifja upp stöðuna. Hún er 4-2 fyrir mér. Staðan er 4-2 fyrir mér. En takk ég eftir einu. Ási, blá húa, Lúser, blátt, vinnur. lúser, Blátt, lúser, vinnur. pappa. Þarna kom hann í það? Við erum stödd í Hnausastreng sem er sá veiðistaður á öllu landinu sem gefur flesta stórlaxa á ári hverju og Ási var ekki lengi að setja í hann. Hvað marga séðans ætlar að fá? Og hann var ennþá snegri að missa hann. Og setja í annan. Það virtist ekki skipta laxana neinu máli að kafarinn okkar var að synda í kringu þá. Þeir voru í tökustuði. Allt í þegar Ási var að kasta. Sint og eftir honum, Bjössi. Ég öslaði land til að ná í háfinn og meðan Ási hægt og yfirvegað færði sig nær landi og Jöfnvöldi sjálfur. mistan. Hann var nú samt kátur. Þetta dagur var alltaf byrjaður og laxarnir í stuði. Veist það. Það fór í botnin. Það var geðveikt. Heyrðu Gunni? Já. Skagfirðingarnir eru komnir. Við startaðum... Nei, já. Hrikalega frábært. Komið sælir. Sælur. Sævar. Hoddi. Þessa Sævar. Þið eru meðlimir í Mókveiðifélaginu. Jú. Akkur heitir það Mókveiðifélag? Akkur heldur það? Veiðir svona mikið? Svaraði spurningunni leið og bara... Svaraði fólki í nafninu? Já. Það er bara þannig. Veiðir svona rosalega mikið? Oftast nei. Það voru saman alltaf við að bræðinir. Já. Hvert farið helst að vera? Helst alltaf að pröfa eitthvað eitt nýtt, kannski 2 nýtt á ári. Það finnst okkur mest krefjandi. Það er 1-2 nýjar ár, sjá hvort maður ná ekki að móka við þetta þar. Já. Ég fréttaði ykkur fyrir hangan og það sem enginn hafði veitt þarna neðst alveg bara svo mæti því. Hálfan dag, byrjaðum ekki fyrir eftir hádegis. Já. Og fengum 27. Eftir hádegi? Eftir hádegi. Hættum samt kl. 7. Það var upptökum. Alltaf mark? Alltaf mark. Notaði ekki mark. Þið notið ekki mark? Nei. Hættum því fyrir einhverjum 4-5 árum held ég. En hvað með veið að sleppa, hvað finnst ykkur það? Mjög hlynntur því. Engin spurning. Þetta, maður hefur orðið vitnaði með margar ár sem hafa verið orðnar handónundar og menn hafa tekið upp það fyrirkomulag bara veið að sleppa. Það voru ekki að tala um neinn seiðeldi eða eitthvað svoleiðis, heldur bara sleppa fiskunum, hrygnunum, hlúa vel að stórlaxinum og annað. Það er ekkert að spyrja því átnar, þær stígu. Við erum að fara með það markmiði að veiða að fá sem stærstan fisk. Er eitthvað ráðleggingar þar úr horni Mókveiðifélagsins? Já. Sko, númer 1, 2 og 3. Þá lét ég einhvern hafa 3 bækur.
Já. Síðan áttu að lesa, sko. Já. Lest mig fá það. Ég lét þig hafa. Bara bottom line, að ég las þessar 3 bækur, það var svona, ég var að stíga mín fyrstu skref í flugveiði. Ég las þessar 3 bækur og bara svona, já, ok, þetta var bara opnu fyrir mér. Hvað? Og þetta eru bækur eftir Kristján Gíslason. Já. Og hvað lærður það? Hvað er triksið við stórlaxaveiði? Hann sagði við alla þessa menn með flotlínuna sínar á yðu að veiða á sökklípur. Þú veiðir ekki stóru fiskana á flotlínur. Það er bara, þar höfum við það. Það er ekki allir sammála. Það er ekki alls saman. Hvað gerir veiðið fyrir ykkur? Af hverju veiðið svona mikið? 90% af þessu er félagskapur. Vera nógu rólegur, yfirvegaður, hafa gaman að þessu að gera þegar þú ferð að veiða. Rólegur og yfirvegaður. Gunni, þetta er stóri lærdómurinn. Við verðum að vera rólegir. Og yfirvegaður. Aðalmálið. Hefur ekki þakkað þeim fyrir? Jú. Takk fyrir komuna, það var frábært að fá okkur. Takk fyrir þess. Gangi ykkur Maður vel. reyna að nota eitthvað af þessu sem við lærðum. Gangi ykkur vel, skemmti ykkur vel. Það var gott. Takk. Heyrðu, þetta áður þið farið. Hvort ertu þegar þú lætur fluguna fara og byrja stripping, gerur þetta rólega eða ertu alveg á fullu? Það er ekkert að djöflast við þetta. Þeir sjá þetta, sko. Kasta þessu út, láttu, jú, þeir eru nú komin eitthvað alveg niður úr hylnum. Draga þannig bara rólega. Draga rólega. Byrjaði á því. Ef ekkert gerist, þá getur við farið að djöflast eitthvað. En Ef Gunni hringir í þig á aðallanum, segðu honum þá, þú voru bara að strippa þetta, drengur. Eins hratt og þú getur. Eins hratt og þú getur. Sjáumst. Hörður skakfinningur, mók veiðimaður. Þú ætlar að taka þátt í kastkeppninni. Já. Hvort ætlar að byrja með einhendi eða tíuhendi? Ég nota bara einhundu. Þú nota bara einhendi. Það er svo gaman að þessum skaffinningu. Þeir eru svo lítillátir. Það lýsti yfir hérna áðan, áður myndan voru í gang. Það myndi rústa þessu. Það myndi rústa þessu. Já. Það ætlar að rústa þessu. Það þarf að rústa þessu. Koma. Ég mæli. Það þarf að mæla þetta. Ég stend hérna við 10 metra markið. Nei. Þetta er rúst. 27,3. Þetta er met. Æði, bara á tvíundan. Það er sömu reglur, ein tilraun. Þú mátt taka 3 bakköst ef þú vilt. Koma svo. Ok. Sama. Það er náttúrulega ég er miklu vanaði með einhendu og... Það er verið að hringja á vælubílinn fyrir Hörð skaffinning. Já, varst þú með 19... Ég sé þetta ekki. Það er rétt. Það er svo stutt, það sést ekki. Þú klúraði þessu? Já. Farðu bara, fullt. Takk fyrir mig. Þetta var glatað. Stóðst ég ágætt mig. Já, þú hefur rústað þessu. Hérna, tvíhenda, þú hefur aldrei kastað á þessu tvíhenda. Nei, aldrei. Ok. Kantreglunar. Nei. Það er eina tilraun, mátt nota 3 bakköst. Ási skrifar, Ég tók henni. Kom svo! Allar úr og ofan! Þetta er barnastöng, hún er eitthvað svo lítil eitthvað. Hvor ykkar á hana? Það notaði bara 2 bakköst. 23,4. Það er eitthvað sagtur. Þetta er handónustöng. Þú massar þetta með tíðindri. Ég hef aldrei kastað tvíhendu. Það eru sömu reglur. Sömu reglur. 24,3. Hvað var að gera með einhættunni? 23,4. Þetta er mjög symmetrist að fatta. Ég veit að þú pínu sættu með árangurinn af því þú tapaði fyrir bróðinu. En samt, það gerir ekki að verri við, manni. Ég vann ykkur. En þú ert svo fallegri að ykkur bróðinu. Það er rétt. Það er að heyra þetta. Að mæla hitan í ánni. Ég myndi skjóta á að áin væri svona rétt 10 gráður bara, ekki mikið meira. Mælirinn sýnir 12 gráður, sem á nú bara að vera kjör hitastigi fyrir laxveiðar. Ég ætla að sýna ykkur þetta. Þetta er kjör hitastig til laxveiða, 12 gráður. Þannig að, svolítið skrítið að hvað þeir eru tregir í dag.
Það sem að allt bendir til þess að það er allt með okkur. Það er rigning og það er svona meira súrefni að koma í ána og það er fiskur út allt og hann er að sýna sig og hann er að svona stökkva og hann er að koma á eftir flugunum. Tekur bara ekki. Alveg saman hvað reynum. En við gefumst ekki upp. Við færðum okkur set og inn í Forsæludal, þar sem var logn, rigning og silungur á köflum. Það er með fisk á hérna frá. Bara hérna rétt hjá. Hvaða flug er hann að nota? Gæinn á hinum bakkanum vakti hjá okkur keppnisskapið. Þetta er bleikja. Já, þetta er háralegt. Hvað segirðu? Og hér, í neðri Hamarshill, var þess ekki langt að bíða að hlutinni færu að gerast. Það er laglegt. Hjá Ása bróður. Alltaf þegar fiskur tekur í Vatnsdalnum getur það verið stórlax. Nú, eða bara lítil bleikja. Það bil sem Ási sleppti bleikjunni byrjaði að rigna og annarri eins rigningu höfum við ekki lent í áður. Þetta var hreinlega erlendis. Þetta er náttúrulega bara rugl, þessi rigning. En öll él stytta upp síðir og blautir í gegn, heldum við eða réttar sagt Ási hélt áfram að lenda í ævintýrum. Komdu bara með háinn. Komdu niður fyrir mig. Gunni, getur við komið þér að stað? Ég er stressað. Verð þú ekki að skamma mig hérna? Næst. Ég gerði nokkrar lúmskar tilraunir til að lemja hápnum í fiskinn, en það var sama hvað ég gerði. Laxinn hékk á önglunum. Þetta var flott, já. Þarna var hann inn í hópnum. Þannig á endanum neytist ég til að háfa kvikindið fyrir hann bróður minn. Ok, slepptu á hópnum og taktu mælieininguna upp aðeins. Þetta er bara smá lax, sko. Flottu smá lax. Við vissum það. Ætlaðu ekki að mæla hann? Rólegur Ási minn. Þetta er hægur. 60. 60. Það sér á hængnum hérna framan á munninum. Sýndu það. Hann farinn. Yfir þrjú. Mikið var. Má ég þá kasta loksins hérna eins og... Kasta loksins? Alltaf síkastandi? Meiri grísin á. Já, 60 centimetrar. Þessi höfðingi tók þýska snældu. High five my ass, man. Það sem getur raflað í hvort öðrum, það er alveg við ólíkindi. Það ég þegið þá bara. Við farin. Það eru 10 ár sem ég lagði öllum mínum sinktippi eða söfnum. Ef að laxinn ekki vill koma upp
og bjóð með góðan daginn eða góðan daginn og leið og ég kemur í fluguna, þá vil ég hann ekki. Flottur. Ég vil sjá tökuna. Ég er löngu, ég hef engan áhuga lengur á þessum kafbátatökum hérna, búm, búm, búm. Vitið það, strákar, ég er svo gamaldags, ég vil veiða á mína framþungu línu, númer 8, annarkvort bara hrein og tær flotlína eða flotlína með innbyggðum sökkhaus. Ég vil ekki þetta skotlínudótari, þessa áfestu tauma, ég vil hafa þetta gamalt, simpelt og gott. Kortland 444, það er bara lína mín. Kortland 444 er uppáhaldslína mín með sökkenda í soginu og svo sökkræði 3 í 10 metra haus. Já. Og með svo bara runninglínu Kortland á bakvið. Víða getur ekkert komið að fiski. Þú veist, Óli, öflugu kastari, ég tala nú ekki þú ert komið tvíhendu, þú fer létt með þetta. Nei. Jú. Það sem Ási bróðir var að tala í síðasta þetta með sko hæfileikana versus heppnina, ég held að þetta sé bara rétt hjá honum. Ég meina, þú ert búin að vera hrikalega heppin í þessu þetta. Heppin, ég er búinn að missa 3 fiskadrengur. Já, en ég er ekki búin að setja einn einasta fisk. Nei, það er rétt, þú ert ekki búinn að tengja eitthvað við annað. Og ekki var þessi kafar að hjálpa. Nei, það er rétt. En hann má kannski segja það, að ég hafi sett í þann stærsta hingað til þegar ég sett í kafaran. Já, kannski. Já. Nei, samt ekki. Nei. Annars að veist hvað, vatnið var gruggugt og lélt skyggnið ofan í ánni fyrir kafaran. Já. Við gátum bara ekkert notað þessa myndir eða? Nei, það er svona þegar það rignir, þá gruggast vatnið og þú veist, skyggnið bara hverfur. Já. Og þá fer maður að pæla í, hvernig sér laxinn fluguna? Já, nákvæmlega. Talandi flug, kíkjum á þetta. Það var komið að því að keppa í því að velja flugur í flugubóks. Það verður að vera snælda. Snælda. Eina þýska snældu. Við máttum velja 10 flugur og öldungaráðið dæmdu hvort bóksi var vænlegra til árangurs. Það verður að vera hits. Collie dog. Gárutuba. Eða black and blue með sko longtail. Það þurfa allir að vera með longtail, eina longtail. Þetta er bara fullt. Hvað myndi ég taka með mér? Francis, það verður að vera Francis. Þú bara þessa hérna. 2 mínútur? Já. Var að byrja. Já, 2 mínútur eftir. Eina svarta Francis. Svona Francis svona keilutúpa. Heyrðu, já, einmitt. Það var svona mikrokeilu, svona litla keilutúpa. Svona, hérna. Þessi er fín. Þessi er fín. Eina Undertaker. Sölvi hérna. Bara svona meðalstóra Sölvi. Ekkert risastóra. Jæja, ok. Já, ég er búinn, ég er bara aðeins. Þetta er Sigurbox. Ég ræði þessu betur á eftir. Þið komið? Þið sjórvinnar. Þið búinn? Já. Þú fórst 7,5 mínútur fram með tíma. Nei. Jú, það var 3 mínútur flétta. Jæja, strákar, við erum komnir. Hérna eru boxin. Þið viti ekki hvort valdi hvaða box. Spurningi sem liggur fyrir ykkur, strákar, er hvort boxið myndið þið fara með út í á? Ég held ég hefði nú kannski tekið hvoru þeirra. Ég segi það svona, sko. Mér finnst þið alveg skelfileg. Hvað meinarðu? Í minni bók er þetta bara allt og stóra flugur. Sko, ég ætla að segja hérna, mér finnst smart í þessu bóksi hér. Hér er þá verið að velja svona fallegar flugur. Það er smá karakter í þessu bóksi, mér finnst samt varta í þessu bóksi. Hérna, jú, vissulega, svona glimps. Nei, ég er sammála Bjarna. Karakterinn í... Það er meiri karakter í þessu bóksi. Hvað segir Ingi? Þú ert nú svona... Þú ert nú gamall hundur í þessu. Já, þú veist, ég... Það er komið 3-0 fyrir kallinn. Þeir voru ekki búnir að ákvæða. Jú, þetta er komið. Þeir voru ekki búnir að segja. Þetta er minnst Þú ert með 3 black and blue. 3 stærri, 3 útgáfur. Já, come on. Þetta er ekkert úrval. En ég er mjög hissa á ykkur að koma með svona stóra flugur. Nei, það er út af sjónvarpinu. Það er bara svo að sjáast í sjónvarpinu. Það er nú bara þannig. Já. Það var komið að mér að taka þetta. En það eina sem ég virtist geta veitt þennan daginn voru menn. Fyrst kafarinn og núna mig sjálfan.
sama tíma lék allt í lyndi hjá Ása bróður. Fiskar að stökkva og stórlaxar að taka. Var það bara die klassische deutsche Schnalder? Er hann ekki stór? Hvað er það að sé, Ási? Við erum í Vatnsdalnum, þetta er stórlaxa á. Já, mátti ekki missa þennan. Það er bara, það var að taka á honum skamt, sko. Hugsaði bara að landa honum. Jú, hann var stór. Ási var kominn með risalax á færið. Hann hreyfði sig ekki mikið þessi höfðingi, en þó tókst okkur að sjá sporðblöðku sem var jafnstór og snjóskópla. Þessi varð að nást á land. Hvað gerði? Þetta var stærsti lax sem hún sett í. Ási. Og nú sjáu þið hvernig á að hugga mann sem hefur mist stórlax. Hér er bróður kærleikur að verki. Og loksins fór eitthvað að gerast hjá mér. Þetta er lítill. Þó ekki væri laxaræða, þá var ég viss að nú væri ég komin í stuð. Þetta er hörku fiskur. Þetta er fallegur fiskur. Það á að drepa bleikjur í Vatnsdalnum af því hann étur laxasveiði. Núna er ég að veiða á gárutúpu, svona létt plasttúpa og maður setur girnið inn í hliðina, ekki endan. Þannig að það er smá stútur efst sem á að standa upp úr ánniðrinu veru og mynda gáru á vatninu. Og það er svona að brýti þessa reglum að hafa stöngina niðri, því að hérna þegar maður veiðir með gárutúpu þá þarf maður að hafa stöngina uppi til þess að láta þetta skauta á yfirborðinu. Og það er oft skemmtilegustu tökunar, þannig að þá kemur laxinn oft upp í þetta og tekur þetta. Og ef hann tekur þetta ekki, þá sýnir hann því oft áhuga, þá er maður kannski búinn að finna lax. Mjög skemmtilegt og maður sér þetta líka svo vel, maður sér flugun allan tíman. Þannig að þetta er oft skemmtilegast að veiða svona. Góðir hálsar, þetta er Ási bróðir. Enn og aftur með fiskusnælduna sína. Alltaf sama flugan. Þessi með keilu. Góðir gestir, á hápnum Pétur Pétursson, gestgjafi okkar í Vatnsdalsá. Já, þessi var ekki stór. Ekki sleppa honum svo alveg sér. Nei. Hann er lítill, hann verður stór, nákvæmlega. Hérna Gunni. Hann er blóðugur, en við leyfum á hann njóta vafans, ekki spurning. Fljótur þá. Byrjar hann. Sjáu þið þennan hálfvitalega dans. Hver dansar svona? Hér! Ekki nokkuð maður. Hættu þessu. Ekkert gaman. Það besta við þetta, Gunni, er að ég náðu ekki að klára staðinn, þannig að ég þarf að klára hann núna. Já. Komdu með smá mótjó. All right. Koma svo. Very much. Come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Every single day. Hey, hey, hey. Hey, hey.
Verður á góðu. Takk fyrir mótjóið. Nú ná honum samt. Já. Og ég var með stórlax. Lána honum mótjóð. Herri, þá er dagurinn búinn í Vatnsdalsá. Já, 1 dagur í Vatnsdalsá búinn. Við fengum koma hérna í 1 dag og veiða og það var mjög gaman. Þessi á kom bara skemmtilega óvart, ég vil segja það. Já. Hún er fjölbreyttari en ég átti von á. Hún er lítil, hún er stór, hún er bara full af fiski. Já. Sem ekki tekur hjá mér. Nei, það var aldrei skemmtilegt að ég misti hvað marga? 4. Og náðir. Misti 4 og landaði 2. Staðan, hvað er staðan? Ég misti 2 og náði 1. Nei, Jú. náður 1. Nei, náði ekki einum. Ég klikkað. 4. Þetta er svo ótrúlega jafnt og spennandi. Já, það er bara eins og þetta sé plana og skipulagt. Já. En það er það ekki. Þess að handritið sem við unnum eftir, sem ég skrifaði, það var ekki svona. Nei, vegna þess að í handritinu sem þú skrifaðir, þá var ég með 0 og þú varst búinn að veiða alla fiskana. Já. Já. Ef við skulum kíkja á hvað gerist í næsta þætti. Yes! Já! Sæll! Já, eftir viku förum við aftur í Aðaldalinn, en nú á Nesvæðið. Já, og þetta verður ótrúlega þáttur. Það vill enginn missa því. Nei, og ekki heldur af því sem er að finna á öngullin.123.is. Sjáumst að vikuleiðinni. Bless. Heyrðu, það er eitthvað hérna. Getur lyftið þess? Það er ekki bara mikrofón, sendir. Nei, það er öngullin. Í rassinum. Í annarsinn. Öngullin í rassinum. Gunnar Helgason, leikari. Þetta er Í búið. rassinum. Gott, stopp. Gunnar Helgason, öngulinn í rassinum. Gunnar með öngulinn í rassinum Helgason. Stuðsur. Þetta er búið. Hvað?